Já, komið sæl og verið velkomin á Kristmánsviku, 15. skot í Kristmánsviku. Yfirskrift vikunar Fylgdu Jesú og yfirskriftin í kvöld nú verið að hjálpa mér, Fylgdu Jesú í erfiðleikum, í mótlæti, fylgdu Jesú í mótlæti. Ræðumaðurinn sem fyrr, Björn Inge Furnes Árdal heitir hann líka, eins og útskýrið nákvæmlega í gær. Og við erum spennt að hlusta á hann. Við fáum líka að heyra fréttir frá Kenju og svo alltaf Helga Vilborg og Agla Marta að syngja fyrir okkur einn söng og Bjarni Gíslason verður með uppásorð á bæinn. Og þetta kemur svolítið bara hvað af öðru svo sem ég getur tegja lópan og tefja tíma með því að því séu alltaf að horfa á mig. Þannig að hver liður bara kemur að fætur öðrum, en áður en að Bjarni kemur og hefur uppásorð þá skulum við syngja Bæn máttur í magnfljóta höndum. Sem ei megna að sjá
komið í sæl. Elskar þú einhvern? Ég vona að við getum öll svarað já. Foreldrar okkar, kærustu eða maka, börnin okkar og svo framvegis. Og það ekki þannig þá að ef við elskum einhvern, þá viljum við allt fyrir viðkomandi gera. Og það ekki þá þannig að þegar ég elska einhvern, þá bregst ég honum aldrei. Það ekki þannig hjá einhver? Nei, það ekki þannig, allavega ekki hjá mér. Jafnvel þeim sem ég elska mest, bregst ég kannski mest. Það mitt mótlæti í lífinu. Að ég bregst einmitt þeim sem ég elska kannski mest. En hvernig get ég þá haldið áfram að elska? Ég get það því að mér fyrirgefið. Þó að ég hafi sagt ég elska þig og svo bregst ég, að því mér fyrirgefið, að því ég fæ nýjan séns, þá get ég haldið áfram að elska. Og þannig það líka með Guð. Og þess vegna fylgi ég Jesú í mótlæti. Vegna þess að hann fyrirgefur mér. Fyrirgefningin stóra máli fyrir mér. Efesus 1:3 Lofa þessu Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krist sem í Kristi hefur blessað oss með allri andlegri blessun heimsins. Áður en grunnur heimsins var lagður útvaldi hann oss í Kristi að hann hefði oss fyrir augum sér heilög og lýtalaus í kærleika. Fyrirfram ákvað hann að gera oss að börnum sínum í Jesú Kristi. Sá var náðar vilji hans. Hann vildi að við yrðum til vegsemdar dýrð hans og náð sem hann hefur gefið oss í sínum elskaða syni. Í honum, fyrir hans blóð, eigum við endurlausnina og fyrirgefningu afbrota vorra. Svo auðug náð hans sem hann gaf oss ríkulega, með hvers konar vísdómi og skilningi. Og Jesús sagði líka, sá elskar lítið sem lítið fyrirgefið. Sá elskar lítið sem lítið fyrirgefið. Og það var Jesús sjálfur sem sagði þetta. Þannig verður fyrirgefning hans grunnurinn að því að við getum elskað. Þannig verður fyrirgefningin hans grunnurinn að því að við fyrirgefum öðrum. Hvernig getum við ekki fyrirgefið öðrum ef okkur fyrirgefið? Það ekki hægt. Og lokum eitt vers sem að minnir á það. Síðar í Efesusbréfinu 4. kafla, látið hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmæli vera fjarlægt ykkur og alla mannvonsku yfirleitt. Verið góðvilju hvert við annað, miskunnsöm fús til að fyrirgefa hvert öðru eins og Guð hefur í Kristi Jesú fyrirgefið ykkur. Það skulum byrja. Drottinn Jesús, takk fyrir fyrirgefninguna. Hjálpa okkur hverju einu að taka við fyrirgefningu þinni, svo við getum elskað hvert annað, svo við getum elskað þig. Blessa okkur hér í kvöld, blessaðu allt sem framfer, hjálpa okkur að taka móti og hlusta, og hjálpa okkur svo að fara út hérðan og hlýða. Hjálpa okkur að elska hvert annað, hjálpa okkur að elska náunga okkar sem ekki þekkir þig, Jesús. Í Jesú nafni. Amen. Elsa Voge ætlaði að vera hérna með okkur í kvöld, en hún hringdi í mig í gær og var bara gjörsamlega raddlaus og sárlasinn. Þótti mjög leitt að geta ekki komið að vera með okkur og bað fyrir innilegum kveðjum til Kristniboðsvina. En þá vonandi, hún sagði bara, vildi gjarnan koma sem fyrst leið og gæti til okkur. En þannig að þið verði bara að gera okkur hérna
okkur húsgögnin hérna ykkur úr góðu. Við ætlum okkur langar að flytja lag sem já, eftir sænska gospelgrúpu sem nú ekki heyrst mikið í svona undanfarin árin. Þau mikið af lögunum sem á diskuna eru frumsamin. Þetta eitt af þeim. Og þetta fjallar svolítið það tengir svolítið yfirskriftinni í kvöld. Og þetta svona svolítið eiginlega ákall. Og svona þessi barátta við öll erum upplifað svona svo evan. Og þegar það segir eins og hérna í hluta textanum, opna mín augu, ég sé ekki veginn. Allan þinn sannleiki hjarta mín fel. Opna mín eyru, ég heyri ekki í þér. Aðeins þinn himinn, ég sál minni vel. Við eigum þessu trú en við kannski sjáum ekki alltaf hver vegurinn En hérna, já, textinn þetta er lag eftir þessa sænsku sveit sem heitir Majoy, en textan þýddi Guðlaugur Gunnarsson. Og Bjarni ætlar að spila með okkur. Gæti ég séð þig nú, gæti ég heyrt þig, gæti ég skilið allt sem leitt, gæti ég opnað mig, væri ég nær þér, gæti ég snert þig klæði í dag. Styð mig þegar efast ég, styrk mig trú á þitt náðarverk. Ég veit alltaf trúin fjallar það að treysta þegar allt fyrir svart. Ég veit alltaf ástin fjallar stolti víkur í burt og eitthvað gerir hjartað bjart. Gæti ég kallað þig og þú myndir svara, gæti ég fundið styrk þín og mátt, gæti ég fundið aðferð til þess að trúa, gæti ég skilið sannleika þig. Styð mig þegar efast ég, styrk mig í trú á þitt náðarverk. Ég veit alltaf trúin fjallar það að treysta þegar allt fyrir svart. Ég veit alltaf ástin fjallar stolti víkur í burt og eitthvað gerir hjartað bjart. Svo bjart. Opna mín augu, ég sé ekki veginn. Allan þinn sannleiki hjarta mér fel. Opna mín eyru, ég heyri ekki í þér. Aðeins þinn himinn, ég sál minni vel. Ég veit alltaf trúin fjallar það að treysta þegar allt fyrir svart. Ég veit alltaf ástin fjallar stolti víkur í burt og eitthvað gerir hjartað bjart. Ég veit alltaf trúin fjallar það að treysta þegar allt fyrir svart. Ég veit alltaf ástin fjallar stolti víkur í burt og eitthvað gerir hjartað bjart. Wageni wakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Kenya nchi nzuri, hakuna matata.
smá kveðja frá Keníu. Ég hér staddur í Kapenguria laugardagskvöld og nýbúinn með kvöldtrimmið og sveittur og þreyttur, ef svo má segja. Fyrir aftan mig eru bananatrén og ég ætla svona aðeins að segja frá hvað við erum að gera hérna. Á morgun förum við til staðar hér lengst niður á sléttunni fram hjá Kongolai og svo inn í Uganda, þar sem starf sem hefur einnig verið rekið að kirkjunni okkar hér. Svo það má segja að kristniboðsstarfið nái inn í fleiri lönd. Og síðan hefst á mánudaginn hérna námskeið með prestum og öllum sem í forsvari fyrir hverri sókn sem eru 40 talsins. Námskeiðið stendur í 2 vikur og þetta svona endurnýjunar námskeið þar sem við ætlum að tala saman, biðja saman, eiga samfélag saman og við 3 hérna sem erum komin ætlum að veita með einhverja fræðslu og hvatningu sem vonandi verður starfinu til blessunar, en margir eru orðnir þreyttir og lífsbaráttan oft erfitt og þörf þess vegna fyrir hvatningu og að fá næði til að setjast niður og sinna samfélag sínu við Drottinn. Já, þá verður sunnudagsguðsþjónustan að byrja. Við erum lengst inn í Uganda. Sunnudagsmorgni, það var reynda að koma hádegi hérna og fjöldi fólk samankomin eins og þið sjáum og fleiri á leiðinni. Hérna eru 2 af nemendum námskeiðsins. Þetta eru Francis Camodils og Jackson Camaro. Hann eru góðir vinir sem erfiða mikið í Drottni og þurfa núna að fá smá uppfyllingu og áfyllingu og hvatningu og endurnýjun og það það sem þetta námskeið á að snúast Við byggjum ykkur að biðja fyrir þeim og öðrum sem hér eru að Drottinn vinni sig verk í hjörtum þeirra. Takk ykkur fyrir. And together we was one to keep the radio. Já, eins og þið sjáið þá hefur framkvæmdastjóri Kristniboðssambandsins í ýmsu að snúast. Það var sem sagt, fyrir ykkur sem kannski ekki þekki til, þá var þetta Ragnar Gunnarsson, framkvæmdastjóri Kristniboðssambandsins og þetta bara alveg ferskt af akrinum. Hann sendi þetta bara fyrir 2 dögum eitthvað svoleiðis, þetta myndband og gaman að sjá. Hann sem sagt úti að fylgja eftir verkefni, einu af verkefnum Kristniboðssambandsins, einu af mörgum verkefnum sem að byggja skóla í Pokot og heimavist. Þetta verkefni styrt af utanríkisráðuneytinu en Kristniboðssambandið þarf samt að standa kostnað af því sem milli 2 og 3 milljónir. Og við ætlum svolítið að fókusera á þetta hérna í Kristniboðsvikunni
Og eins og ég sagði í gær, þá eru mörg smærri verkefni líka sem eru föst verkefni á hverju ári og þannig að það liggur á okkar herðum að halda þessu gangandi. Og við ætlum núna þar sem af Kristniboðsvíkuna að safnast rúma 200.000 krónur í samskot og fyrir kaffi og annað. Við ætlum að setja markið á 500.000 fyrir vikuna og nú ætlum við að taka samskot fyrir starfinu og þetta sjálfsögðu engum skylt að gefa en þetta blessun að fá að gefa í Guðs ríki. Það við sjálf svo margoft fengið að upplifa hvernig Guð ávaxtar féð úti en líka gagnvart gjafaranum. Og þetta tækifæri sem við höfum hér í kvöld til að gefa og ég hvet ykkur til þess að biðja Guð að sýna ykkur hversu mikið hann vill að þið leggið að mörkum. Og við ætlum að syngja á meðan körfurnar ganga, það eru bæði körfur og posi hérna sem gengur og við ætlum að syngja eitt söng saman, eitt Kristniboðssöng saman á meðan, Skerunar Herra. Drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir þetta tækifæri sem við höfum að leggja að mörkum í þínu ríki. Þakka þér fyrir að þú elskar glaðan gjafar á Drottinn og þú hefur lagt okkur á hjarta að kallað okkur til þess að leggja mörkum til starfsins í þínu ríki, Drottinn. Þakka þér fyrir þessi forréttindi. Við fáum að taka þátt í þessu ótrúlega, óendanlega mikilvæga starfi. Og Jesús, ég bið að þú blessir þessa fjármuni og ég bið að þú margfaldir og ávaxtir ríkulega og þú blessir sérhvern og einn gjafara hér í kvöld, Drottinn minn. Og við mögum sannarlega sjá uppskeru. Og ég bið Drottinn líka að vera með öllu verkefnum sem að liggja fyrir á Kristniboðssambandinu. Biðum að vera með Ragnari úti í Kenyu núna og biðum að blessa þessa menn sem eru á námskeiðinu hjá honum og allt þetta fólk
sem að kemur saman til þess að lofa því Drottinn, þarna í Pókvöldu Kenu. Ég þakka þér fyrir þessi bræður og systur, þakka þér fyrir líka þau biðja fyrir okkur. Það er svo ótrúlega dýrmætt, Drottinn minn. Þakka þér fyrir, lofa þér fyrir þau. Ég bið bara að blessir okkur áfram hér í kvöld, í Jesú nafni. Amen. Ég ætla nú bara að renna aðeins yfir dagskrá Kristniboðsvíkunar. Nú gleymdi ég að kveikja á hljóðinu á sjálfum mér, en ég tala bara hátt. Dagskráin framundan er góð. Á morgun í hádeginu, klukkan 10:12, þá bjóðum við upp á biblíulestur hér í þessum sal og það verður hægt að fá blómkálssúpu og brauð og ost og svoleiðis. Sá sem leiðir lesturinn, það er Sigurjón Árni Eyjólfsson, hann er héraðsprestur í Reykjavíkurprófastsdæmi eystra, virkilega skemmtilegu maður og hann var líka hér í fyrra einmitt á þessum föstudegi og það var svo skemmtilegt að við ákveðum að biðja hann að koma aftur núna. Þannig að hafið það í huga ef við getið hlaupið frá í hádeginu. Svo á laugardaginn þá verður kaffihúsarkvöld hér í salnum og þið eru öll hjartanlega boðin velkomin. Nú er hljóðið að koma hér ég og það byrjar klukkan 8. Það verða tónlistaratriði og eitthvað skemmtiatriði. Ég veit að Siggi Kapteinn eða Sigurður Ingimars, hann mun syngja hér fyrir okkur ásamt öðrum og þetta verður bara skemmtilegt kvöld. Það verða seldar veitingar og þær eru til styrktar þeim sem fara á UL í Noregi, sem sagt, ungmennamót NLM Ung, Norska Kristniboðssambandsins í Noregi. Þannig að endilega sýnið þeim góðan stuðning þessum krökkum og komið hér og veslið við veitingar. Þetta skiptir máli fyrir Kristniboðssambandið að fleira ungt fólk fái að kynnast Kristniboðshugsjóninni og smitast af áhuganum. Ekki veit ég hvað þetta er, en svo, já, Björningi talar á laugardeginum og svo á sunnudeginum, þá mun Björningi aftur tala, það er loka samkoman, þá mun Karlakór KFUM syngja og það verður boðið upp á eþíópískan mat að samkomu lokinni og það er skráning, hún fer fram hér. Það er best bara fyrir ykkur að skrá ykkur hér á blaðið sem er á borðinu. Það er líka hægt að gera það á netinu, á Facebook síðu loka samkomu Kristniboðsvíkunar. Og það, ég veit ekki hvort það er komið hérna upp, það er verð. Það kostar 2.500 krónur í matinn, 2.500 krónur og 1.000 krónur fyrir 6-12 ára. Frítt fyrir þá sem eru yngri en 5 ára og ekki meira en 7.000 krónur á fjölskyldu. Þannig að þið vitið af þessu og það væri afskaplega gaman að sjá ykkur sem oftast. Takk fyrir. Það fyrir svo bara svo við klárum á auglýsingarnar. Í kvöld eftir samkomu þá verður það kaffiveitingar. Og ég veit ekki annað að það kosti 500 kall, ég hef ekki heyrnir aðra tölunar á það. Göngum bara út frá því, þannig að það er heimilt að borga meira með vilja. Og sömuleiðis eftir samkomu þá voru góð á fyrirbæn hérna fram eins og í gær og það verður svona sagt betur frá því aðeins bara í samkomu lok. En eins og við komum fram þá er það Björn Inge sem ætlar að tala til okkar og Guðlaugur Gunnarsson túlka. Áður hann talar hann að syngja svona 3 lofgjörðarlög. Fyrsta er Skapaði mér fengt hjarta og Guð. Og síðan koma bara hinn og eftir og ég held að þetta bara byrjaði að standa upp með syngjum og svo bara stöndum við svo endur.
eins og eldur skýr og andblær. Kom helgur andi, eldu með mér kraftinn þín. Kom helgur andi, snertu mig svo fáir séð þig. Kom helgur andi, styrkt og
sem þú kallar, fús vil ég fylgja. Sýndu mér hver þú sért, sem berja brotna sál. Sendu mig fyrir þig, hver sem þú kallar, fús vil ég fylgja. Sýndu mér hver þú sért, sem berja brotna sál. Finni hún von þér hjá. Good to be here again. Gott að vera hérna aftur. For those who weren't here yesterday, maybe I can briefly say who I am. Fyrir ykkur sem að voruð ekki hérna í gærkvöldi ætla ég að segja hver ég er. As you heard, we talked about my name yesterday. Við töluðum eins og við hefðum nafnið mitt í gær. And I'm named after my two grandfathers, Ég er nefndur eftir tveimur af öfum minn, Bjarne and Ingvar. Bjarna og Ingvari. And that's a very strict Norwegian tradition. Og það er mjög ströng hefð fyrir því í Noregi. And especially in my family, you don't break those traditions. Sérstaklega í minni fjölskyldu, það fer ekki út fyrir þá reglu. And I work for the Norwegian student movement. En ég vinn